Góðan daginn, mér langar að sýna ykkur nýja verkfærið sem við vorum að setja inn í viskubrunn. Þetta verkfæri heitir kennsluáætlanir og hjálpar ykkur að búa til lotumbundnar kennsluáætlanir. Þið finnið verkfærið hérna vinstra megin fyrir neðan aðlögun undir flipanum kennsluáætlanir. Þið byrjið á því að ýta á búa til áætlun og þar inni fyllið þið inn grunnupplýsingar. Ég ætla til dæmis núna að samþætta náttúrugreinar og samfélagsgreinar og ég ætla að gera þetta fyrir 7. bekk og ég vil hafa 5 vikur sem spönnina. Þið þurfið ekki setja dagsetningu frekar en þið viljið. Síðan veljiði grunnþætti menntunar og í þessu verkefni ætlaði ég að fjalla eldgos og náttúruhamfarir og ég ætla að nota grunnþættina læsi og heilbrigði og velferð. Síðan fer ég áfram á lýsinguna og hér eigið þið að setja inn lýsingu á verkefninu og þetta þarf ekki að vera mjög ítarlegt, sérstaklega ekki ef þið hafið ekki margar hugmyndir hvernig þið viljið vinna verkefnið. Þá hjálpar gervigreindin ykkur við það. Ég set til dæmis inn hérna eldgos og náttúruhamfarir, nær samfélagið Akureyri og svo myndi ég setja inn, bókin náttúrulega 3, kaflar 2 og 5 og síðan myndi ég biðja gervigreindina að bæta og útfæra lýsinguna og þá kemur hún með sem sagt hugmyndir og ítarlegri texta hvernig lotan eigi að líta út, sjáu þið, og í þessari námseiningu munum við kafa út í efnið, eldgos og náttúruhamfarir, jarðfræðilegi ferlar, nemendur búið til líkana eldfjöllum, og ef ég er sáttur við þetta þá fer ég áfram á hæfniviðmiðin og núna sjáu þið að hún er búin að púlla náttúrugreinar og samfélagsgreinar. Þið getið alveg farið inn og valið þau hæfniviðmið sem þið ætlið að nota eða beðið gervigreindina að koma með tillögur. Hún les þá yfir miðað við lýsinguna og hakar við það sem hún telur að séu rétt hæfniviðmið. Og þið sjáu hérna hvað hún að gera, hugtök, náttúruvísindatexti, niðurstöður rannsókna og ef það eitthvað hér sem að þið hugsið með nei, við ætlum ekki að gera þetta, þá getið þið bara tekið hakið úr. En hún fer í gegnum þetta allt saman og ég fer síðan yfir og bið hana að búa til námsmarkmið út frá lotunni sem að hún gerir hér. Þið þekkja helstu einkenni eldgosa, vinna með kennslubókina, búa til líkön og þið getið svo bætt við námsmarkmiðum hér ef þið viljið. Síðan býr hún til svokölluð ég-viðmið sem raun og veru bara að umbreyta námsmarkmiðunum yfir í ég get og ég kann hér og svo fer ég áfram á vikuskipulagið. Hérna hún búin að stilla upp 5 vikum með námsþætti og lykilefni, verkefni og námsefni og ítarefni og ég get síðan beðið hana að búa til í raun og veru áætlun fyrir þessar 5 vikur byggða á hæfniviðmiðunum, námsmarkmiðunum og lýsingunni á greininni, lýsingunni á spönninni og núna skrifar hún og skrifar, þetta tekur smá stund að þegar við viljum hún geri þetta vel og hún býr til fyrir ykkur hér flottan grunn að kennslu áætlun. Í viku 1 ætlum við að vinna með innganga eldgosum, svo eldvirkni á Íslandi, áhrif náttúruhamfara, viðbragðsáætlanir og svo samantekt og kynning á lokaverkefnum og þið sjáið að hún að gera þetta býsna vel og þetta frábær grunnur fyrir ykkur síðan til að taka og vinna áfram með. Síðan fer ég yfir á námsmatið og bið hana að búa til matsviðmið, sem sagt, hvað nemandinn þarf að kunna til að ná framúrskarandi eða góðri færni og svo framvegis og hún býr til fyrir ykkur texta það og síðan þegar hún búin að því þá getið þið rennt yfir og þið getið að sjálfsögðu, lagað og eitt út og gert allt sem þið viljið. Þá fer ég hérna áfram á yfirlitið og þá sjáu þið sirka hvernig þetta mun líta út og þegar ég ánægður með þetta, það alltaf hægt að fara tilbaka og breyta, að þá bið ég hana að búa til hérna Word-skjal fyrir mig
sem að hún að sjálfsögðu gerir og kemur síðan hér og þá eru þið komin með frábæran grunn að kennslu áætlun fyrir þetta 5 vikna verkefni. Við vonum innilega að þetta verkfæri eigi eftir að hjálpa ykkur mjög mikið og spara ykkur mikinn tíma við svona, fyrstu skref þegar þið eruð að undirbúa námslotur.